Sælar, Björk og Helga. Sæl. Hæ. Þið eru með þannan bláa stiga við Austurbæjarskóla. Já. Hvernig datt ykkur í huga að framkvæma þetta verk? Já, það var nú svo þannig að Helga byrjaði að tala þennan stað, Já. að hann væri svo áhugaverður og við fórum á flug með það að hvað þetta væri í rauninni að hver skóli væri oft með svona stað eða stíg sem börnum því kannski svolítið svona óþægilegt að fara á. Já, við byrjum að hugsa þetta félagslega svæði en enduðum raunverulega í miklu meiri estetík heldur en færðumst einhvern veginn frá einhverju svona hugsunum gleymd rými og félagslega afleiðingar þess og eitthvað svoleiðis og köstuðum okkur í alls konar hugsanir það einhvern veginn. Já. Og enduðum síðan í einhverju svona bara mikilli fagurfræði út frá því. Já, það var svona, við köllum þetta gjá og það sem á milli fellur og það svona og þá það líka svona tilvísun í náttúruna kannski. Ég hugsaði, mér fannst gaman að hafa bara í rauninni einfalda mynd, draga fram þetta svæði og kannski draga fram eins og þetta væri gjá og þá hugsaði ég líka með að þetta svona staður sem maður stoppar ekki á og kannski börnin svona líta á sem eitthvað svona hyldýpi kannski eitthvað svoleiðis og þannig að þar kemur þar inn í allavega í mína hugsun Já, þetta er nefnilega svolítið mál vegna þess að við vildum alls ekki fá eitthvað svona sem væri bara eins og eitthvað svona film á ofan á. Já. Við vildum eitthvað svona sem væri alveg færi alveg ofan í steypuna og svona þetta var svolítið svona að finna út úr því Já, og þá náttúrulega fórum við að hugsa svona pigment litaduft og fórum að kanna möguleika með það, hvernig við getum fengið það til að binda það við steypuna. Og þar komum við inn á mjög svona áhugaverða braut, þar sem sérefni styrkt okkur með efni. Það er stein. Þetta er sílikat, eitthvað svoleiðis, svona sílikat. Já, þetta er eitthvað svona steinefna blanda. Basi, steinefnabasi. Og þannig að þetta bindur litinn en bara tímabundið, Þetta er ekki, þannig að smá saman eyðist þetta. Já. Og það þótti okkur líka bara fallegt að En líka þessi basi, hann er svokallaður clear base. Þó hann sé hvítur, þá er hann samt sem áður það er blekking, hann er eiginlega clear, sem þýðir það að pigmentið, það er alveg að njóta sín, það er alveg tært á einhvern veginn og það er þannig sem við náum svo miklu massa út úr litnum. Já, ég veit. Og svo, mér finnst svo fallegt að hvernig áferðin er, hún er ofsalega þurr og svona maður einhvern veginn, svona mjög ákveðin áferð og svona tiltalandi og líka skemmtilegt að sjá hvernig í rigningunni að þá breytist liturinn, þannig að í rauninni þá verður svona dökkur á köflum og ljós annars staðar þannig að það er alltaf að breytast. Svo er þetta náttúrulega líka, að þetta er járnefna affall. Þetta er svona eins og Aquamarine var búin til á 18. öld. Þetta leitur síðan þá. Tæknin var fundin upp þá og að þetta er affall að járni, þá þegar sól, þá stirnir á hann hins vegar. Þannig að þetta er svo, þetta fer eftir veðri, hvernig stemning í stígunum. Svo er líka bara gaman að ég segja að fólk sem er að vinna það er svona bara búið sér til sína eigin hugmyndir þetta. Svo að því ég var son þá hitti ég konu sem er að vinna fyrradag og hún sagði við mig eða í gær og sagði við mig, já, mér finnst þetta að vera svo foss, átti það að vera? Og hún sagði, já, þér finnst það, þá finnst mér það alveg upplagt. Bara mjög gaman einhvern veginn og ég fann að þau voru svo glöð og það er eitthvað, gleður okkur svo mikið. Já, ég veit,